Já, góða kvöldið. Það var komið fyrirlestri nummer 3 og nú ætlum við að fara í gegnum útreikninga á tíðnijafnara og þetta dæmi er eins og í heimandæmunum ykkar, nummer 6. Nema hér er náttúrulega búin að gera þetta aðeins öðruvísi hvað varðar tölur og deyfingar og tíðnir og þess aftar. Svona svo að þið þurfið að gera eitthvað aðeins sjálfur í dæminu sjálfu. En tíðnijafnari, hann er sem sagt til þess að jafna út kapaldeyfinguna sem verður í kaplinum á langri leið. Þar sem kapaldeyfing, hún vex við hækkandi tíðni. Þannig á lægstu tíðnum þá er deyfingin lítil, en á hæstu tíðnum er deyfingin mikil. Og til þess að fá ekki mismunandi styrk á milli tveggja sjónarstöðva sem til þess eru neðst og efst á tíðnibandinu, þá setjum tíðnijafnara inn í rásina og bætum þannig við deyfingu á lægri tíðni í réttu hlutfalli við hækkun á deyfingu í kaplinum við hækkandi tíðni. Þannig að við þurfum að byrja á því að finna út hvert tapið er við einhver ákveðna tíðni. Og kerfið okkar hér, það þarf að vinna á tíðninni frá 47 megahertz upp í 862 megahertz. Það er semst allt tíðnisviðið frá lægstu og upp í hæstu rás. Og við þurfum að finna út hvað þurfum að setja stóran deyfijafnara eða tíðnijafnara í þessa rás. Og samkvæmt framleiðanda á kaplinum sem liggur hér á milli húsana, þá er gefið upp hvað tapið er mikið. Ef til dæmis kapallinn heitir PRG 11, þá er framleiðandinn búin að mæla hann út og segja hann að standast ákveðna kröfur, þannig að við ákveðna tíðni þá deyfist þetta mikið á hverja 100 metra. Og í múdúl þar sjáum við blað sem er frá framleiðandum yfir PRG 12, hvað hann deyfir mikið með að einhver ákveðna tíðni á 100 metra. Ég ákvað að gefa mig tölu hér í þessu dæmi sem standast ekki við þennan kapal, heldur bara einhvern ímyndaðan kapal. Þannig að sá kapal deyfir eins og við sjáum hérna við 50 megarið 4,5 decibel og við 800 megarið þá var það 16,6 decibel. Og til að finna deyfingu við ákveðna tíðni sem er kannski ekki akkurat gefin upp í tíðnina sem við ætlum að finna í dæminu og sambandi við tíðnina sem kapallin er gefin upp í, þá þurfum að umreikna deyfinguna á nákvæmlega þá þessari tíðni hér sem er 47 megarið og hins vegar á 862 megarið. Og það gerum við með þessari formúlu hér, þar sem D2 eða deyfing nr. 2, seinni deyfingin sem við ætlum að finna, finnum hann út með að taka og deila sem sagt seinni tíðninni okkar í uppgefna tíðni, taka kvaðratrótin af því og margfalda það svo með deyfingunni sem framleiðandinn gefur upp við þá þessa tíðni F1. Eins og við sjáum hér, þá tökum við tíðnin 50 megarið sem við setjum hérna með þessa tölu hér og 4,5 decibel er deyfingin og 47 megarið er tíðnin sem við ætlum að mæla á. 47 til 50, kvaðratrótin af því, sinnum 4,5 og fáum út að 4,4 decibel sem tapast á hverja 100 metra við 47 megarið. Örlítillarra heldur 50 megarið af því að tapið eykst við hækkandi tíðni. Svo á hærri tíðninni þá þurfum við að taka eins með 862 megariðin. Þá er það bara 862 deilt með 900 og margföldum síðan í 16,6. Í þessu tilviki þá hef ég ruglast hérna eins og sjáum, hér er 800 en hér á að standa 900 við 900 megariðin 16,6 samanber formúluna. En þið áttu ykkur vondi á því þótt ég hef ruglast hér á 900 800 að þið sjáuð að þetta hér er sama tíðni og á að standa hér. Fáum út að það er 16,25 decibel sem deyfast við 862 af því að deildi 16,6 við 900. Þannig þið breytið þessu henni 900
í kollinum á okkur. Þannig þetta er deyfingin hér við 100 metra, annars vegar á lágutíðninni 4,4 decibel og svo hærri tíðninni sem er 16,25 decibel. Flottir. Og við erum að finna út hvað þessi deyfing hér er þá miðað við 60 metra. Tökum þá bara 4,4 sinni 0,6 og 16,25 sinni 0,6 og fáum út að á læri tíðninni deyfist 2,64 decibel í kaplunum frá milli þessara tveggja húsa og 9,75 deyfast á hærri tíðninni. Og þá finnum við stærðin á þessum tíðni jafnara. Það er það að það er mismunun á þessum tveim deyfingum. 9,75 mínus 2,64 er sama sem 7,1 decibel. Tíðni jafnarinn á þá að vera 7,1 decibel. Þannig að við bætum við 7,1 decibel í deyfingu hér á lægstu tíðninni. Og hæstu tíðninni þá er þessi deyfing ekki neitt. Við gerum þetta sem sagt til þess að hafa sömu deyfingu á öllum tíðnum yfir þennan kapal. Þannig að mesta deyfingin hér á þessu svæði miðað við 100 metra eru 16,25 decibel og miðað við 60 metra 9,75 decibel. Þannig að við leggjum saman 2,64 pluss 7,1 og fáum 9,75 og þetta er svo línulegt frá lægstu tíðni og upp í hæstu tíðni. Þannig að við erum með sömu deyfingu á öllum tíðnum og þá minni hætta að við fáum truflanir af stórum og sterkum rásum á lágri tíðni inn á veika rás á hárri tíðni. Já, þetta var fyrirlestur númer 3, sýnidæmi tíðnijafnara.